Þú ert að hlusta á Daniel úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Eggert Kåber. Daniel er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Daniel og vinir hans. Fyrsti kafli. Á 3. stjórnarári Jójakíms konungs í Júda kom Nebúkadnesar Babýloníu konungur og settist Jerúsalem. Drottinn gaf honum á vald Jójakím Júda konung og jafnframt ýmis áhöld úr húsi Guðs. Þau flutti hann til Sínearlands í musterisjóði Guðsins. Konungur bauð Aspenasi, æðsta geldingi sínum, að flytja til sín nokkra Ísraelsmenn af konungs- og aðalsættum. Unga menn, lítalausa og fríða sínum, vel menntaða á öllum sviðum, fróða og hæfa til þjónustu í konungshöllinni. Skyldi þeim kennt að rita og tala mál Kaldea. Konungur lét skammta þeim mat og vín daglega af konungsborði. Skyldi mennta þá í 3 ár, en að þeim loknum skyldu þeir þjóna við hirðina. Meðal þessara manna voru þeir Daniel, Hananja, Mísael og Aserja, allir frá Júda. Æðsti geldingur konungs gaf þeim nöfn og kallaði Daniel Belsasar, Hananja Sadrak, Mísael Mesak og Aserja Abed-Nego. En Daniel einsetti sér að saurga sig hvorki á krásum af konungsborði né víni konungs. Hann bað því æðsta gelding konungs að hlífa sér við slíkri saurgun. Guð vakti velvilja og samúð með Daniel hjá æðsta geldingi konungs og Aspenas sagði við Daniel: Nú hefur herra minn konungurinn ákveðið hvað þið skuluð eta og drekka. En smeykur ég að konungur kunni að gera með höfðinu styttri ef því lítið verr út en félagar ykkar. Daniel sagði þá við manninn sem æðsti geldingur konungs hafði sett til eftirlits, þeim Daniel, Hananja, Mísael og Aserja: Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Virtu svo fyrir þér útlit okkar og útlit þeirra sem snæða krásir konungs. Sample complete. Ready to continue?